Högni Hinriks hafði dálæti á mörgu, sérstaklega mat. Stundum stóð hann lengi fyrir framan skápinn sinn, skoðaði innihaldið og gáði hvort hann ætti ekkert nýtt til að bragða á. Fiskbúðingur með súkkulaðisósu var alveg afbragð, sömuleiðis steiktar rjómabollu með tómötum, kleinurhringir með ost og ananas brögðust sérlega vel á afmælistugum og ekki mátti gleyma eftirlæti allra katta, möndlusveppum, skreyttum kertum sem Högni Hinriks treyndi sér ætíð þar til síðast. En hann kannaðist við bragðið af þessu öllu, var ekki til neitt nýtt sem hann gat bragðað. Pilsur, kökur, banana, ís, fiskur. Fiskur, þarna kom það. Það voru margar fisktegundir sem hann hafði aldrei bragðað, en hann myndi bara ekki nöfnin á þeim. Nema sardínum, þær hafði hann bragðað, og hval sem hann hafði ekki bragðað. Þá var það ákveðið, hann ætlaði að fá sér hval, en hann vissi ekki almennilega hvernig hann leit út. Sennilega voru hvalir svipaði sardínum, en nokkru stærri. Ó, hugsaði hann, þá lítur hann að lifa í heldur stærri dósum. En þegar hann gáði í fiskabókina sína sá hann að hvalir voru miklu stærri en sardínur og lifðu heldur ekki í dósum. Þar versna nú í því, hugsaði hann með sér, en Högni Hinriks var ekki vanur að gefast svo auðveldlega upp. Ef stóri hvalir syndum í hafinu, sem stórt, þá synda litli hvalir í tjörnum, sem eru litlar. Það liggur í augum uppi, hugsaði hann, og þar sem hann var bara lítill köttur gerði hann sig ánægð með lítinn hval. Hann náði því í fiskistöngina sína og beitu og lagði af stað til þorpstjarnarinnar, en þar ætlaði hann að veiða hval. Hann sat þar í rúman hálftíma á þess að veiða neitt nema gamlan skó og hjól. Þá bar að kalla kanínu sem spurði hann hvað hann væri að gera. Ó, ég er að veiða hval, sagði hann, en mér töfst vist betur að veiða hjól. Hvaða beitu notar þú? Spurði Kalli kanína. Aðalega ávöxtamauk, svaraði Högni Hinriks. En ég er líka búin að reyna súkkulaðikeks og hnetur. Þannig tekst þér ekki að veiða hval, sagði Kalli kanína. Hann er mjög slægur, þú verður að beita hann brögðum. Hvernig þá? Spurði Högni Hinriks sem taldi það mikið lán að hafa hitt Kalla kanínu. Fyrst verður að þykjast vera hvalur og svo þú hefur vingast í hvalina þá farði í höfrungahlaup. Svo farðu eitthvað til að veiða þá í net þegar þið stökkvu upp úr vatninu. Þannig veiði ég alltaf hval. Ó, hversu hvernig þetta mér þetta ekki í hug, sagði Högni Hinriks. Ég ætla að þykjast vera hvalur og þú veiðir þá. Hann fór að leita að hentugu dulargervi. Fyrst fann hann vænan bút af gulu efni. Hann taldi að gult væri notalegu litur fyrir hvali og þar að þau ekki tískulitur. Hann hvolfdi gullfiskabúri á hausinn á sér til þess að geta athafna sig í vatninu, strengdi efni yfir gamla reglíf og málaði á það vingjarlegt hvalsandlit. Svo tók hann með sér fána til að geta gefið Kalla kanínu merki hvalurinn stykki. Svo þreifaði hann sig áfram í átt til tjarnarinnar. Því miður sá hann illa í þessu dulargerfi sínu og sá því ekki kúna Krillu sem var að fá sér vatnssopa. Krilla sá Högni Hinriks heldur ekki alveg strax. En þegar hún gerði það, stökk hún beint út í tjörnina. Það var greinlega ekki hægt að vingast við kýr á sama hátt og hvali. Högni Hinriks hélt að þessi hávaði stafaði af því að nú væri hvalirnir í höfrungahlaupi. Glaður í bragði gaf hann Kalla kanínu merkjum að veiða þá. En Kalli kanína var horfinn. Hann hafði flúið leið og hann sá til ferða Gíslabónda sem var bálreiður. Hvað á það að þýða að hræða hana Krillu mína svona? Högni Hinriks var alveg furðu lostinn. Hann fór úr hvalskerfinu og sagði: Mér langaði bara til að bragða hval. Bragða hval, bragða hval. Þú skal fá að finna smjörþefinn af stafnum mínum. Ó, er hann úr smjöri? Spurði Högni Hinriks. En Gíslabónda fannst það